Gott kvöld, Heiðar Már Guðjónsson, fjárfestir, segir að hlutur hans í HS Veitum verði mjög lítill að gangi áform sölu fyrirtækisins eftir. Lífeyrissjóðir eignist að minnsta kosti 90% af þriðjungshlut í fyrirtækinu. Reykjanesbær ákvað að selja 16,5% hlut í HS Veitum en halda eftir 51%. Hafnarfjarðarbær ætlaði að eiga áfram sín tæp 16%. Orkuveita Reykjavíkur, Sandgerði, Grindavík, Garður og Vogar vilja selja sína hluti. Þannig ráðgert að fjárfestingafélagið Ursus eignist 34% hlut. HS Veitur eiga og reka dreifinet sem ber til sveitarfélaga á Suðvesturhorninu og Vestmannaeyja, rafmagn og heitt og kalt vatn. Lögum samkvæmt verður fyrirtækið að vera í meiri hluta eign opinberra aðila. Fyrir áhættu fælna fjárfesta að þá mjög jákvætt að taka þátt í innviðum hagkerfa. Gagnvart síðan almenningi þá mjög jákvætt að einhverju viðhaldi innviðunum og byggja þá upp. Svo ástatt skuldastöðu á Íslandi í dag, bæði á hinu opinbera og sumum sveitarfélögum sem ég tel þar með, að þá ekki líklegt að þau leggi mikla fjármuni í frekari uppbyggingu. Þannig að þessi hlutur búin að vera til sölu í meira en 2 ár og ég held að honum væri mjög vel fyrir komið hjá sterkum langtíma fjárfestum, þá ég við lífeyrissjóðum, tryggingafélögum og öðrum slíkum. Tilbúin eru drög að nýjum hluthafasamningi sem kveður á að allar meiri háttar ákvarðanir skuli njóta samþykkis hluthafa sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum hlutafjár. Ursus mun eiga rétt yfir 1/3 hlutafjárins og því öðlast talsverð ítök. Þetta bara til að skerpa þá sýn að félagið á að vera skuldlítið til framtíðar og á að vera rekið með sem mestri hagkvæmni. Kaupverðið nemur 1,5 milljarði króna. Undanfarin ár hafa HS Veitur greitt 2 til 400 milljónir í arð til hluthafa árlega. Heiðar Már segir að hans hlutur gæti verið 300 milljóna króna virði, lífeyrissjóðirnir eignist 90%. Ef að kaupunum yrði, þá eru það lífeyrissjóðir sem kæmi inn og eru stærstu hluthafarnir í þessum 34% hlut. Og það algjörlega kristaltært að það verður þannig.